Þá það liður 4, skýrsla bæjarstjórna, Ásthildur Sturludóttir. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Ágætu bæjarfulltrúar, ég mun nú fara yfir það helsta sem á dag mína hefur drifið síðustu 2 vikurnar. Það má segja að fjármál og fjárhagsáætlanir hafi verið mínar ær og kýr síðustu vikur eða mánuðu og verður svo áfram. Við erum eins og allir vita á kafi í þeirri flóknu vinnu að koma saman fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og við höfum einnig verið að ræða fjármál sveitarfélaga sem einnar heildar á vettvangi fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það verður að segja að samtalið við ríkið að gefa rétt erfitt. Ekki síst í þeim verkefnum þar sem ríkið sjálft setur fram kröfur og viðmið og gæði þjónustunnar en er svo ekki til í að fjármagna þá þjónustu sem við eigum að veita. Föstudaginn 7. október var fundur með Jóni Gunnarssyni dómsmálaráðherra þar sem við ræddum meðal annars sameiningar sýslumannsembætta og dómstóla. Og kvöldi fór fram í hofi setning landsmóts skólalúðrasveita. Þar var aldeilis skemmtileg stemning og endaði mótið á tónleikum á laugardagskvöldinu. Þeir áttu nú uppalega að fara fram á sunnudeginum en þar sem það var rauð veðurviðvörun á Norðausturlandi þá var þeim flýtt. Ég átti fund með viðbragðsaðilum á sunnudagsmorgninum og á föstudeginu til þess að fara yfir undirbúning fyrir óveðrið enda vildum við vera við öllu búin ef að illa færi. En til allra lukku þá vorum við heppin og veðrið náði ekki þeim krafti sem spáð hafði verið hér á Akureyri. Síðasta vika var sem fyrr segir helguð fjármálum með setu á fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ég satt einnig fund sjávarútvegs sveitarfélaga og ársfund Jöfnunarsjóðs og þáði boðið kvöldverð þar sem nýr sendiherra Bandaríkjanna frú Karin F. Pattman bauð heim til sín hópi fólks. Ég geri ráð fyrir því og hún muni heimsækja okkur hingað norður innan skamms enda lýsti hún áhuga á því. En Karin tók nýverið við þessari stöðu sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi. Hringborð norðurslóða eða Arctic Circle fór fram í síðustu viku og tók þátt í 2 málstofum. Annars vegar það sem rætt var mismunandi nálganir sveitarfélaga og þjóða á COVID-19 heimsfaraldrinum. Ég fór yfir það hversu frábærlega starfsfólkið okkar stóð sig og hversu stolt og ánægð ég af því hvernig við nálguðumst þessa vá, bæði út frá aðgerðum okkar hér í sveitarfélaginu og einnig á landsvísu. Hins vegar tók ég þátt í málstofu þar sem rætt var hvaða gæði sveitarfélag á norðurslóðum þurfa að bjóða ungu fólki til þess að þau vilji setjast þar að. Málstofan var vel sótt og margir sem tóku til máls. Það er líka gaman að segja frá því að Arctic Mayors Forum samtökin sem við erum hluti af voru mjög sýnilega ráðstefnunni eins og áður og eftir þeim tekið. Samtökin fengu góðan styrk frá norska utanríkisráðuneytinu á þessu ári og eru nú komið með starfsmann sem heitir Patti Bruns og hún staðsett í Tromsø. Hún tók til starfa í ágúst og kemur inn af miklum krafti. Framundan að fjölga sveitarfélagunum í samtökunum og vinna að því að fá stöðu áheyrnarfulltrúa í Norðurskautsráðinu. Að síðustu vil ég nefna að loksins fór fram árshátíð Akureyrarbæjar og vil ég nota tækifærið og þakka kærlega þeim góða hópi starfsfólks sem bar hitann og þungan á skipulagningunni en árshátíðin fór fram síðastliðinn laugardag. Vonandi átti starfsfólkið okkar skemmtilegt kvöld, það átti ég að minnstakosti. Ég set punktinn hér og þakka fyrir mig. Takk fyrir bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir fyrir. Eftirtalda fundagerðir og lagðar fram til tilkynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. og 10. október 2022, bæjarráð 7. og 11. október 2022, fræðslu- og lýðheilsuráð 3. október 2022, skipulagsráð 12. október 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 4. október 2022, velferðarráð 11. október 2022. Hægt að nálgast fundagerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá sé fundi slitið 16:19.